heiti semst Hildur og íbúi hérna í hverfinu. Ég með 2 spurningar til ykkar. Fyrst langar mér að spyrja börnin okkar sem búa inn í hverfinu og eru hérna allan daginn, alla daga, meðan við erum í vinnunni, einhvers staðar í úthverfum af því það ekki margir stóra vinnustæðir hérna í hverfinu hjá okkur. En sem komið þó að það sé vissulega á skipulaginu hjá okkur. Á að bæta eitthvað þjónustu við börnin okkar hérna sérstaklega og þá mér sérstaklega umhuga félagsmiðstöðina. Það sem börnin úr báðum skólum mætast og þetta eru talið mikill styrkur fyrir hverfið að minnka óeirðir, ef maður getur svo sagt, milli skóla. Þannig að mér mjög annt að heyra hvað á að gera fyrir þennan hóp og hvað á þá að byggja fallegt félagsheimili í miðju hverfisins fyrir börnin okkar. Í öðru lagi þá langar mér líka að spyrja, gerir ráð fyrir að þessar 1275 íbúðir innihaldi líka börn. Það talaði að stækka hérna Seljakot, hvað með grunnskólan okkar sem eru löngu sprungnir, hvað á að gera þar. Það á að fara að fjölga íbúðum í öllum einbýlishúsum hérna líka í bílskúrunum, það að gefa kost á því, byggja ofan á blokkir. Það hljóta að koma einhver börn með þessu. Er búið að gera ráð fyrir því að Öldusölskóli stækki, hann þegar passar ekki einu sinni utan það skipulag sem á að vera í skólanum og eru með opna bekki og svona kennslu í samkennslu. Þannig að þetta tvennt er mjög hugleikið af því að við förum öll úr hverfinu á mótnana. Við förum flest í vinnu. En börnin okkar sitja eftir. Þau eru hérna að leika sér út allt á bílastæði. Hérna upp frá við Hólmsheiði og þetta þarf að bæta. Bókasafnið var tekið úr hverfinu, sundlaugin pínulítill, það má alveg stækka hana og svo framvegis og svo mætti lengi telja. Við þökkum fyrir þetta fína innlegg. Ég veit ekki hvort ég get svarað þessu öllu en við getum svona tekið þetta saman, til dæmis fjallaðum þetta á streymisfundunum. Við höfum verið í samstarfi við skóla- og frístundasvið með uppbyggingu á þessu starfi. Ég kom þarna að skoða þetta og funda með öllum framkvæmdastjórum. Það var sérstaklega tekið. Þórarinn Garðarsson heiti ég og búinn að búa hér í hverfinu yfir 20 ár. Og fleiri á einum stað og líka ákaflega vel. Og ekki síst það frjálsræði sem börnin okkar hafa á þessu grænu svæðum. Og ég er svolítið nískur á að horfa á þessi grænu svæði minnka. En mér er spurð hvort það sé búið að fara í einhverja greiningu, hvort að verðmæti eignanna okkar breytist við allar þessar byggingar. Okkar íbúðir lækki í verði eða einhverja aðra breytingar sé í gangi. Eða verði í gangi, hvort það sé búið að greina það eitthvað. Eins og ég sagði við þig, þá er heil greiningarskýrsla sem getur farið yfir. Við höfum að íbúðirnar hækki í verði. Já, svo margir halda hér. Ekki meira þeir? Þeir eru byggi fyrir fjölda. Þeir búa ekki í hverfinu. Herðu, næsti maður. Hvernig hækkar það verð? Það er víða hérna í Breiðholti 2 mjög stórar einbýlishúsalóðir. Ég ætlaði bara að spyrja hvort þetta nýja skipulag gerir ráð fyrir því að það væri þar heimildir til að byggja kannski nýtt hús. Margar af þessum lóðum það bera alveg einbýlishús upp á 150-200 fermetra. Þetta gæti verið mjög góður kostur fyrir fólk sem er orðið kannski eitt í þessum stóru húsum og vill selja. Það verður auðveldara að selja að það fylgir byggingaréttur með öðru húsi og náttúrulega allur infrastruktúrin er þarna alls það til staðar, þannig að þetta er handtækt. Já, spurningin er bara þessi, gerir skipulagið ráð fyrir því að það verði að fólk fái heimild til að byggja. Ég er ekki að tala um viðbyggingar, heldur bara alveg heilt hús. Nei, í sjálfum sér ekki. Við höfum gert ráð fyrir því að aukin nýting á stórum lóðum væri möguleg, en ekki annað íbúðarhús. Útihús, ýmiss konar geymsluhúsnæði og þess háttar, en þetta getur þakkaði fyrir þessa ábendingu. Það kann að vera að það séu aðstæður fyrir slíkt, þar sem það ekki gengur á réttindi nágranna og þess háttar. En í og með því að stækka byggingareiti þá opnast fyrir þennan möguleika út af fyrir sig, þó að hann hafi ekki verið skilgreindur sérstaklega. Komið sæl, ég heiti Ingibjörg Bergmann og hef búið hér í 45 ár í þessu hverfi. Og
Börnin mín hafa öll gengið hér í skóla og núna barnabörnin og mér svíður það að sko horfa á hvernig aðbúnaður hérna fyrir krakkana eftir skóla. Og þið talið að byggja hérna oná, þetta hús hérna. Mögulega. Mögulega byggja oná það. Er það þá á það að vera þá fyrir krakkana? Já, borgin á þessa lóð. Hún á lóðina. Vegna þess að það hefur verið að tala sambýlið þarna rétt handan við. Já. Þannig að sko, mér finnst einhvern veginn eins og það hafi ekkert verið hugsað krakkana hérna. Mikið hugsað þá. Mikið hugsað þá. Við höfum sem sagt hugmyndin með uppbyggingunni hérna við Rangárssel og á þessari lóð meðal annars að bæta úr þessari aðstöðu.